Grosnja. Dömur mínir og herrar, ég heiti Ludvig Jósefski. Það breytir alltaf íslensku það þegar heitir. Ég farandi kennari, Neskaupstað, og ætla að syngja eitt lag fyrir þeirra rússneskt lag sem heitir Brúsnosna Gardiasa og þýðir bjórkellari. Sem hann Ladda, þið eruð skildir? Svona frændur sko, svoleið sko. Eða sko, hann frændi minn sko. Varstu ekki stoltur af því að vera skildur honum? Jú, svoleið sko, þetta var sko allt í lagi hérna einu sinni sko, hann var ágætt, þá vorum við æðislegir vinir sko. Vorum æðislegir vinir sko og alltaf að syngja og svona út í bíl sko og svona, og veist, að spila gítar og svona og töfrafröð og alls konar sko, svona brandar og svona. Svo allt í einu bara breyttist hann bara sko. Hvað kom eitthvað upp á eða? Já, þetta var ekki sko bara allt í einu sko, þá kemur hann bara sko og segir bara við mig sko, allt í einu bara segir bara, þú veist, að hann hafi búið mig til. Nú? Já, hann sagði bara að búið til og hann hafi samið öll lögin mín og allt svoleiðis sko. Hann svona stór partur af mér, má segja, hann svona hinn hliðin. Hann svona Laddi litli sko, sem var í skólanum og var strítt og þú veist og ætlaði sínu öllum að hann ætlaði að verða frægur tónlistarmaður. Sko, það var ég sem kenndi honum á gítar. Ég kenndi honum á gítar, hann kunni ekki neitt sko. Og svona brandara og svona sko, hann var algjör auðli í því sko. Hver sem kendi hverjum hvað og hvenar og hvernig, þá það óumdeilt að tónlistarferill Ladda orðinn langur og farsæll. Hann hófst nokkur áður en Laddi varð frægur fyrir sitt grín og glens. Upphafið var að Laddi var dreginn á hljómsveitaræfingu. Og þannig hefur það líka verið alla tíð með frænda hans og vin Eirík Fjalar. Hann hefur alltaf verið að reyna og alltaf ætlað sér að verða alvöru tónlistarmaður. Og vinur minn, Bjarni litli sem við kallum hann, og hann kemur til mín að því ég var búinn að kaupa mig gítar og ætlaði að læra á gítar. Ég ætlaði að vera tónlistarmaður, alveg pottþétt og var búinn að læra 3 grip og honum fannst ég ofboðslega góður á gítara því hann flautaði eitthvað lag og ég reyndi að spila svona 1 streng og hann náttúrulega sagði að ég væri snillingur og þegar hann, einhver strákar sem hann þekkti ætlaði að stofna hljómsveit og vantaði gítarleikara, hann sagði ég þekki einn, náði mig og við fórum á æfingu og það kom hann til ljós. Ég kunni ekki nema 3 hljóma og það var ekki alveg nóg. Ég sá eina snót Akkur segir þú nei? Ég spyrt eða þú? Þú. Já, ég held það líka. Þannig að þeir hendi mig svona bók, svona þykkri bók, svona með 5000 gítargripum. Svo ég fara heim að læra þetta og koma svo eftir viku á æfingu. Og ég gerði það, fór heimaður alveg og sveittur yfir þessu. Lærði náttúrulega ekkert á viku, bætti við kannski einum gítarhljóm. Svo, byrju það kom 7. Já, ég veit alveg hvað það er. Aldrei hún fram að trana sér, hævesk og heldur til boka, ég skoti hugguleg Dís minna drauma, drottningin ein og sanna, nútíma stúlkan hans konna, nafn hennar milli tonna. Hún sagði bara því miður, ég bara gat ekki lært meira.
En þá komst vinur minn ekki, hann Bjarni Lilli, hann ætlaði að vera trommuleikari, komst ekki á æfinguna því að hann var byrjaður að búa með einhverju konu og hún hleypti honum ekki á æfingu, vildi ekki að hann færi í hljómsveit, þannig að hún faldi fötin hans og allt það. Þannig að menn voru þarna eitthvað að væflast á æfingunum og ég spurði hvort ég mætti ekki pröfa að spila á trommur bara. Ég hafði náttúrulega aldrei gert það. Nema við Bjarni vorum alltaf trommandi svona á stóla og borð og hingað og þangað. Þannig ég svona vissi að ég gæti eitthvað. Og ég pröfaði að spila svo trommur og ég var ráðinn eftir þetta kvöld sem trommuleikari í Föxum. Svo náttúrulega gat enginn sungið lögin, ég kunni þau og textana þannig að ég var söngvari líka. Ég verð ofsalega heppinn ef ég losna nú við fitukeppinn. Þú mátt fá hana því ég vil ekki sjá hana því hún allt of feit. Hún allt of feit, hún allt of feit. Þú mátt taka hana því ég búinn að reka hana því hún allt of feit. Allt of feit, já allt of feit, hún allt of feit. Ég er búinn að vera alveg rosalega lengi, sko. Hvað er þetta gamall? Bara 30 eitthvað ár, sko. Já, og hvað er þetta gamall í dag? 30. En þú ert búinn að vera í 30 ár Já. og ert 30. Já. Og svo bara réður okkur bara á Seyðisfjörð til að bara spila og við vorum bara kunnum eiginlega engi, þeir kunnu svolítið en ég hafði aldrei spilað áður en. Hvernig stóð því að þið voru rónir? Já, það bara einn þeirra var bara mikill businessmaður og hann bara hringdi þangað bara og sagði, heyrðu við erum í hljómsveitina, þú má spila þarna bara næsta sumar og við vorum bara ráðnir og spiluðum þar allt sumari sko og bara vorum bara helviti góðir. Gerði allt vitlaust sko. Það var allt vitlaust sko. Svo seinna þegar við komum í bæinn að þá voru verið eitthvað að endurskipuleggja hljómsveitina og auglýsettir gítarleikara og söngvara því ég sagði ég nægis ekki að spila á trommur og syngja líka og allt. Og svo var einhvern veginn að pröfa og ég var ekkert á þessari pröfu og þá kom gítarleikari og söngvari og það var Halli og vinur hans sem höfðu spilað saman. Ég hafði ekki hugmynd þetta. Og endaði með því að þeir sögðu mig frá þessu og ég sagði bara þetta er bróðir minn maður. Og einhvern veginn axlaði svona til og endaði með hann var ráðinn í hljómsveitina og þá vorum við bara konir í hljómsveit saman, ég og Halli. Og veturinn tökum eftir einhverjum kolsvartum manni sem er komin hann inn í Þórskafi og er eitthvað að hlusta á okkur og kemur til okkar og biður okkur að koma með sér í kringu landið í sumar. Það var þetta Al Bishop, bassasöngvari, söng hóps sem hét Deep River Boys frá Maryland í Bandaríkjunum. Hann fær okkur með sér til Noregs og ekkert annað sko. Þar er hann á einhverjum samning hjá einhverjum og svo þegar við komum þangað þá náttúrulega stendur ekki steinni við steini af samninginu þannig að við erum atvinnulausir þarna en förum eitthvað og þá skipuleggur hann ferð Noreg og við erum í 3 mánuði á ferðalagi allan Noreg og Laddi fyrir heimilindar á miðjum túr hann átti konu og barn heima og gæti ekki verið svona lengi burtu og svo klárum við þetta og förum heim. Og þarna er hann komin út úr okkar samstarfi í hljómsveitabransa. Ég held hann reyndar með Föxum að fyrir til Svíþjóðar árið eftir. En það var nú saga. Og þið urðu svolítið óaðskiljanlegir eftir þetta? Ég bara alveg gjörsamlega. Við erum 2 úr tungunum og til í hvað sem er. Já, hundleiðar á hænsnunum og har lífinu hér. Eftir 14 ár í borinni okkur finnst við verðskulda að stinga af úr sveitinni og sjá höfuðborgina. Við erum útvaxnar á ýmsum stöðum, rauðbirknar og brekknóttar, klofnar upp að herðablöðum, kaflónar og kiðfættar, narsýnar og naflaslitnar, nefbrotnar í geng, vergarnar og veðurbitnar, valkyrjur í spreng. Ykkar músík bræðrana saman, var þetta meira grín eða var þetta meiri tónlist? Þetta var nú mest allt grín. Nema náttúrulega í fyrstu hljómsveitina í Föxum þá vorum við vonalega ætluðum að verða heimsfrægir tónlistamenn. Þannig að þá tókum við þetta allt mjög alvarlega. En þið slóðu samt fyrst í gegn þegar þið komu með þessa grínplötur sem tónlistamenn? Já, þá vorum við orðnir skemmti tvíæki Á Guðfinna, þess var nú einmikið að Guðfinna, mér magn og fyrst
Ólaf Hálseyri og Guðfinna. Voru eitthvað fyrirmyndir í tónlistinni? Voru það Bítlarnir eða voru Það voru náttúrulega Bítlarnir, Elvis Presley. Og Donovan sem var þá, þeir voru mikið smiðar, það var með svona þjóðlagatónlist, ég var mjög hrifinn af svoleiðis. Ég var byrjað að semja svolítið lög svona að spila á gítar og hérna svona trúbátor og ætlaði að svolítið að vera svona slíkur svona þjóðlaga söngvari. En svo bara var aldrei neitt úr því. Ég láglaunakona á sveimi í þjóðfélaginu. Ég láglaunakona sem á engana. Í verkfalli, í þessu hróðalega langa verkfalli. Ég átti auð, var alveg staur, láglaunakona. Var í honum svo mikið músík og í okkur og þetta í ættinni töluvert, í föðurættinni. Miklir söngmenn þar mann fram að manni og svo endaði með því þessum söng hjá okkur þarna. Ég veit ekki hvort að þeir hefði verið gott að láta á hlusta á það, forfeður okkar sko. Auga full af ryki og nefið af skít, með rassæri af nakknum og flökunmenn á bíl, lasinn og svangur með hálsbónu og allt, viltur ferðalangur og rosalega kall. Já, nú komið að þér. Já, bíddu rólegur. Já, það var hérna daginn að ég lenti á svo þröng, en það lættu að mér indjánar með ír og fór og söng. Ég flæði mér á jörðina og flatur ég lá, ég hélt þeir allir sveimi þá mér lifandi að flá. Ég fór að snemma að semja lög, þó ég kynni nú lítið, kunni ekki nema nokkra hljóma á gítar, en það var notið þess að maður gat sami lög og þau voru öll í sama dúr. Þá getur seinna mér, ég lærði aðeins meira og fór að fara yfir í moll og eitthvað. En þá var ég var alltaf að semja lög og svona áttið til, tók þetta upp á segurband og svona og áttið til orðið svona slatta af svona hugmyndum að lögum og svona sem ég nýtti mér svo seinna meir. Alveg sko öll lögin svona. Þegar hann sagði allt í einu, hann hefur samið lögin mín sko, þá var hann að syngja mín lög sko og þykist að hafa samið þau sko. Og ég sem samdi þau sko. Hétu klipp. Mamma þeir og pabbi kölluðu þá kippa klipp. Þeir voru Ástralíu frá, svei mér það á. Hoppuðu eins og kengúrur út allt og söngluðu þá. Menn segja stundum Lennon heitinn að ef hann hefði ekki farið í Bítlana þá hefði hann bara poppað upp í einhverju öðru, myndlist eða hverju sem er. Ég held að sé líkt með Ladda. Hann er hæfileika búnt og það að grínið verður svona sterkt og verður allsráðandi og hann er þekktastu fyrir það, er kannski bara tilviljun því hann er
ekki minni tónlistarmaður heldur en hann leikari. Og ég man eftir því þegar hann var heima, þá var hann að semja. Og það var kannski svolítið svona stundum eins og Eiríkur Fjalar að spila þegar hann að semja. Og var með bara sinn bullteksta og það sem við hlustuðum á og eins bara líka með hann var með atriðið þá pröfaði hann svolítið á okkur oft og við vorum svona harðir gagnrýnendur og hann hlustaði á okkur þótt að við varum ekki nema bara smábörn á þessu tíma. Og ég vil til dæmis meina það eins og Tóti Tölvukall að það lag er mig. Hann gaf það einhvern tímann út, ég veit ekki hversu mikið satt það var en það passar okkur að þarna átti ég Atari 12 og sem heyrði svona mikið hljóð og læti í, þannig að ég var mikið að spila á þessum tíma. Og hann að ég eigna mér það svolítið mikið. Þú hefur búið í Tölvulandi? Ég bjóð svolítið í Tölvulandi á þessum tíma, Tóti var einn í Tölvulandi, alveg takka óður fjandi. Tölvuspilin óður hann var alveg spinningar. Hann var pínulítill kall með augnaskjá og eyru eins og trompet. Já, hann var ekki í lofti hátt, já, ég myndi segja svona það bil 2 fet. Tóti átti tölvutrítil sem talað gat með herkjum. En hún var bara svo pínulítil að hún talaði í merkjum. Hún sagði dú, di-di-da-da-da og geiflaði sig í framan. Ráðnaði svo og ræksti sig og þá fannst Tóta ræðislega gaman. Sumir kalla þetta innsæi og ég held að það sé ekkert fjarrilagi. Þetta innsæi og þetta er gáfa sem menn fá í stórum skammti sem að hefur með það að gera að menn skilja harmoníu og estetík og byggingu. Þetta er eiginlega verkfræðigáfa þegar grannt er skoðað. Og af því að hún er nefnilega stórum hluta rýmisgáfa og þegar þú sérð Latta hreyfa sig í rými, þá skynjar það að þetta er maður sem hann hefur óskaplega næma tilfinningu fyrir rýminu. Hann veit hvernig hann er að tala við hér og hvernig hann ákvaða styrkan á að tala við hann og svo veit hvernig hann á að tala við aftastamann. Og þetta getur hann gert jöfnum höndum. Nú vinstri stjórnað baki og viðreisnin blasir við. Og saman hvaðan gott kemur þykir mér. Já, hvað finnst þér? Ég sagði Davíð, ég er að vestan og komin til að stjórna með þér. Hvar er bjórinn sem ég ætla að drekka hér? Ég er fráskilinn að vestan og ég er til í hvað sem er. Fyrir utanríkisráðherra embættið handa mér. Síðan þegar þú ferð að gefa út tónlist, þá verður það gríntónlist. Var það vegna þess að þú vildir það eða var það vegna þess að var það eftirspurnin eða? Nei, þetta var kannski svolítið sem byrjaði hérna í sjónvarpinu. Þegar við vorum við Halli fíblast hérna bakvið, alltaf með fíblalæti og þegar Flósi Ólason byrjaði með áramótaskaupin og þá fór hann að spekula að vera að nota þessa gutta þarna sem eru fíblalætni, það var ábyggilegt að beisla þetta eitthvað. Og þá fórum við að koma eins fram hjá Flosa í áramótaskaupi. Að játur honum sannarlega sálubót, með sínu nefi játar hann að tætis hót. Að lágu fólki játningar er löggan fljót, við látum alla játa fyrir áramót. Já, 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 já. Og svo bara vatt þetta upp á sig og svo fórum við að gera skemmtiþætti hérna, kvöldstund í sjónvarpssal og þá komu þeir inn Gísli Rúnar og Júlíu Brjáns. Þá kynntust við þeim og gerðum svona svolítið saman svona grín, svona Spike Jones. Gísli kom með það, Spike Jones, og við fórum eitthvað að fíblast með það svona í þessum þáttum. Og þannig byrjaði það að vera með svona grín tónlist. Og fyrsta plata sem við gerðum við með Gísli Rúnar og þá tókum við svolítið Spike Jones fyrir og sömdum texta við lögin þeirra. Og þannig byrjaði. Átti aldrei að vera grín, ég ætlaði að vera mjög alvarlegur tónlistarmaður.
Og ég var aldrei tekinn alvarlega sem tónlistarmaður. Fyrsta platan sem ég ætlaði að gera sóló, það var ekki takt. Það var Gunni Þórðar að útsetja það fyrir mig. Það fer nú ekki mikið fyrir hrókana þar. En það var nú svona dálítið að sko, það barðist í honum að vera grínari og vera poppari. Hann vildi vera poppari. Og hann fór að hlusta á lögin og textana. Og hann sagði bara, Laddi minn, veistu, það hafði enginn hlusta á þetta. Það vantar allt grín í þetta. Ég svo þá ekki að vera grín, þetta voru alvöru. Sagði hann, já, verður að vera svolítið grín í þessu. Farið með þetta heim og laga þetta. Þannig að það kom svona dálítið svona, já, komið upp svona vesinn þarna á upptökutímabilinu á Deio. Því að Laddi sá sig sem sko, þegar hann var að gefa út plötur þá sá hann sem sem poppara. Og vildi ekkert vera endilega grínast mikið. Bara hann vildi ekki gefa þetta út nema að það er grín og ég varð að breyta öllum textum og öllu yfir í grín og það var svona, já, þetta er allt annað mál. Já, hann tók því nú bara þegjandi. Já. En náttúrulega bara útkoman var eins og hann er. En var það samt ekki vonbrigði að þó þetta hefði gengið svona vel að þér hefði verið hafnað sem alvarlegu tónlistarmaður? Jú, svolítið. Og ég var alltaf að reyna. Og þannig hefur það líka verið alla tíð með frænda hans og vinn Eirík Fjalar. Hann hefur alltaf verið að reyna og alltaf ætlað sér að verða alvöru tónlistarmaður. Nefðu okkur að heyra þetta, gerðu það. Spila þetta lag. Já. Gerðu það. Já, það ekki, krakkar? Já. Heyrðu? Já. Fyrst þú ætti að suða svona mikið, sko. Já. Það nú meira hvað við suðar alltaf í maður. Heyrðu, já. Já, komið sæði, Eiríkur Fjalar hérna. Maður þetta klár? Já, við erum tilbúin bara, ekki byrja fyrir nýja segi, sko. Já, ekkert svona, farið eftir nótunum sem ég vil koma. Eruð þið tilbúin? Heyrðu, já. Þetta er ekki nógu góð ljós, já. Ekki þetta að fá svona, svolítið veitir ljós svona, diskaljós svona, alveg, svona töff eitthvað, svona. Og reik upp, svo ég var vanur því alltaf að fá reik, sko. Já, þetta er í lagi. Já, ekki á mikið, ekki á mikið. Hvernig á maður geta sungið? Þetta er nóg! Æ, heyrðu að byrja, sko, eins og það. Eru þið tilbúin? 1, 2, 3. Nei, vá! Ég byrja alltaf hratt maður, þið myndi aldrei ná þessu. Eiríkur Fjalar, það er hann. Það er þessi bassál, svolítið svona, já, svona einfaldur, vildi meika það sem tónlistarmaður og hafa gaman. Þannig að Eiríkur Fjalar, hann er líkastur honum. En hann er náttúrulega svolítið skrítinn pabbi, Eiríkur Fjalar. Og það slitnaði strengur og allt maður. Hvernig fílar þú Eirík Fjalar sem tónlistarmann? Ég á allar kassettunar með honum og hlusta á hann mjög oft þegar ég er að veiða og svona. Þannig að hann, já. Hann er einn af mínum uppáhalds tónlistarmönnum. Ég þakka þér bara kærlega fyrir. Á ég ekki taka aftur? Nei. Þetta er alveg... Ég get alveg, það verður sannsökulega minni á því. Ekki gera meira. Ég er ekkert á þetta. Nei, ekki. Nei, tíminn er orðið svo, klukkan er svo margt. Já, býttu þangað til þú biður mig næst bara þá. Nei, við klöppum fyrir honum, eða ekki? Já, það er fyrir! Nei! Ég held að þetta kemur frá þessum frustration að hafa ekki verið poppari í gamla daga. Þetta hefði ekki, hann bjóð til bara sin eigin poppara. Stundum finnst mér Eiríkur Fjalar, ég svona
ok, þegar við vorum að vinna til þessu sjóuna því þá biðum við fyrir aftan, eitthvað væri búið. Ég held að svona, ok, hvenær Eiríkur Fjarlægð búinn? Þú veist, það alltaf eitthvað langt lag og eitthvað taut og þú veist, og mér fannst hann ekkert svona skemmtilegastur, sko. En ég veit að pabbi heldur mest upp á hann. Þannig ég svona, hvað á ég að segja maður? En þú veist, mér finnst hann ekkert leiðilegur, en... Hann náttúrulega einn af fjölskyldunni, Eiríkur Fjarlægð, þannig að... Já, og þú veist, ég held að sé alveg heilag, hann heilagur, sko. Ég má ekkert segja þetta er bara eins og segja ég þoli ekki pappa, sko. Hann segir þetta sé líkast honum. En hérna, mér finnst hann auðvitað skemmtilegur, en mér finnst það svona... Ég átta mig ekki á því að hann er meira vinsæll en sumir, sko. Þegar maður fór í HLH og brunaliðið, þar kom ég að svona laginu Sandalar sem var svona, ekki eins mikið grín. Þannig þá var ég svolítið alvöru, sko. Það jafnast ekkert á við það að þruma sér í gott sólbað og liggja á bekk með bland og bús og bjórinn tegul í þess krús. Á Spáni gott að djamma og djúsa, diskotekunum á sólbrendur með kveikta brúsa í sandölum og ermalausum ból. Grísaveisla, sangria og sjó, señorito sjóskíði og bjór. Börg sem þú átt, það eins og hvað, Austurstræti og... Já, Sandalar og fleira, sko. Já, Gibbagib, svona, sem maður nefnir eitthvað. Ég inn í Austurstræti snara slétt og strauga skónum með brosófur og tyggigúmmí í munninum. Ég labba og horfa á liðið sem við þar í hópum frá Lassarónum upp í snobbaða kettlingar. Austurstræti, ís og læti, fólk á hlaupum í innkaupum, fólk að tala, fólk í dvala og fólk sem ríkið þarf að ala. Þar standa bákarnir í röðum landsbúnaðar útvegs og fyrir utan stendur horaður almúginn. Fyrir að sitja feitir peningar að verðir og passa voti kallinn kom ekki og taki þá. Austurstræti, ís og læti, fólk á hlaupum í innkaupum, fólk að tala, fólk í dvala og fólk sem ríkið þarf að ala. Það má alveg flokkan svona sem alveg eru tónlistamann? Alveg hygglust. Mér finnst hann ætti að gera meira af því. Nú brunaliðið fór marga hringi kringum landið og átti snappa feril, maður eftir einhverjum ævintýrum. Já, við áttum mjög góða stundir saman þar sem að við tókum það ákvörðun að fara aldrei heim í miðri viku. Við vorum með stóra rútu og við notuðum tækifærið og vorum frjálsir út í sveit með rútubílstjórunum meðan aðrir flugu heim og komu svo aftur næstu helgi. Þá vorum við bara komnir í annan landshluta og búin að fara og veiða og grilla og meðal annars uppgöttuðu þá að maður þurfti ekki að hafa með sér áfengi því að það var hægt að panta í ríkinu bara og það beið á næsta pósthúsi. Og ef maður tók það ekki þá var það bara endursent. Allir ossa fegnir. Enginn skildi hafa drukkið þetta. Þetta náttúrulega stórkostleg uppgötvun. Já, þetta var mikil uppgötvun og létti mjög töskuna hjá manni þegar maður fór að heiman. Við í Brimkló förum þessar frægu ferðir landið á faraldsfæti með Halla og Latta og þeir komu með. Og bæði Halla og Latti eru frá þessum tíma sem að gamla rockið, 50s, var við völd og ég var voðalega hrifinn af því líka þó svo að þetta hafi verið aðeins fyrir minn tíma en í gegnum eldri systkini mín og svona og út frá því þá fórum við að pæla í HLH-flokknum Halli, Latti og Helgi. En þar varstu líka orðið töffari, sko. Já, ég orðið töffari, sko, sem alltaf að vera. Loksins höfum maður að vera smá töffari, sko. Já, þessum árum bítið var í búðinni, bipp og hát og keluð undir súðinni. Söngvarandi hver af öðru stígu og stopp, það sveiflaðust úr orðin mitt og
HLH gerði 5 plötur og við fórum landið og þetta voru skemmtilegi tímar. Var það ekkert skrítið á sínum tíma að hérna svona alvöru tónlistarmenn varu að leggja lag sitt við einhverja villsýningar sem voru þekktir svona fyrir einhvern tvíblagang? Nei, það var einmitt málið. Þetta var sko, HLH-flokkurinn var sko svona skemmtatriði. Þetta var svona atriði. Við komum fram kannski í hálftíma, bara eins og Ómar Ragnars gerir sko. Þið hafið ekki tekið ykkur alvarlega í því, en áhorfendur tóku þessu alvarlega? Já, við tókum okkur svona hæfilega alvarlega. Ég meina, þó ég segi nú sjálfur frá, það voru plöturnar flott pródúseraðar og þetta var ekkert verra en hvert annað, en það var svolítið grín í þessu líka. Það varð að vera með bræðurna þarna. En þið voru óbóðslega svalir? Við vorum mjög svalir í leðrinu og létum sauma á okkur gullgalla eftir Elvis gallanum fræga og bleik silkiföt og þetta var tekið alla leiðum maður. En síðan náttúrulega söng hann inn á grínplötur og með hinum ýmsu röddum eða sem hinir ýmsu karakterar sko, en hérna sem að sló í gegn, en hann sjálfur, er hann góður söngvar ef hann syngur með eigin rödd? Nei, hann er afleitur söngvari sko. Hann syngur alltaf best þegar hann fer í hlutverk. Nei, ég er nú bara að grínast. Jú, hann á til góða spretti þegar hann er svona einlægur og syngur frá hjartan eins og Þórhallur frá Hafnarfirði. Frekknótta fótstutta mær, ég fyrst leit þig augum í gær. Þú stóðst þarna og starðir í eldinn og saumaðir í. Frekknótta fótgranna mær og flöktandi augum þín skær. Sinaber hönd þín er sífellt saumandi í. Þó að þú hafi kannski ekki orðið þessi músíka eða poppari sem þú ætlaði, þá er þetta náttúrulega stór hluti af þínu ferli. Þannig að þú átt kannski lengri og farsælli tónlistarferil að baki heldur en margir alvöru tónlistarmenn, Já. Orðað þannig. Já, kannski svona, já, það má segja það. Ég man eftir því að við vorum að gera plötuna Látum sem ekkert sé út í London með Gunnar Þórðar 1976 og þá fórum við náttúrulega talsvert mikið og þurftum að væta kverkarnar við Þórhallur á knæpum og þá var saxi algleymingi. Þá fór Latti að koma með karakter sem að talaði við saxa sem að við komumst þeirri niðurstöðu að væri bróðir saxa og afskaplega dramsamur og montinn tannlæknir sem hét Frosti og hann var í hátt í þessa vöruna. Ég man fyrsta plata sem ég gerðu með Gísla Rúnari, Látum sem ekkert sé. Hún var sko, það var bara brotið blað með þeirri plötu. Bara alveg, eitthvað gjörsamlega alveg nýtt og Spike Jones hafi nú kannski verið alveg nýr en bara hugsunin einhvern veginn. Mér finnst gott að tyggja gummi. Í hversin ég blæðis upp tyggigummi. Springa bræða mín. Man fyrst eftir honum, þegar ég var krakki, þá kom út platan Látum sem ekkert sé. Sem var svona breakthrough fyrir mér. Sem að sletti aðeins. Ég var að keyra sumarbústaði núna í fyrra með konuna minni og ég keypti hennar disk. Og ég gerði það að ég söng með öllum lögunum, ég kunni hvert einasta orð. Þetta er eini diskurinn sem ég kann orðrétt. Það er Látum sem ekkert sé, sem það er tímalaus snilld. Þú veist, þessi stóru móment, það er bara Látum sem ekkert sé platan, öll í heild sinni, sko. Hún er meistaraverk og enn þann dag í dag. Ég fekk hana í afmælisgjöf 76 þegar hún kom út. Og átt hann enn? Og ég á hann enn, alveg gauðrispaða en ég keypti hann á geisladisk og hef stundum sett hana í bílnum sko, fyrir sinni mína. Sko. Þetta höfðar til þeirra líka. Sko. Þetta er, af því að sko, þessi plata er svo gjörsamlega steikt að það er ekkert sem nær upp í hana. Hún eiginlega bara svona mýlur allt undir sig. Sko.
Get ég fengið örlítið meiri dískant, já, gjörðu svo vel. Artúr, Hindólalegi, Túri, Klúri, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pappaglula og rosa ristúri klúri, sagði búri, tjúri klúri, sagði búri, tjúri klúri, sagði búri, tjúri klúri, sagði búri. Ef það er gáð, þá hefur þessi meikaða bara sem tónlistarmaður og þess að taka eftir því. Kannski, já, þú segir nokkuð. Já, segjum það bara, ég hafi nú kannski svona meikaða. Óumdeilt, en ég er ekki alveg hættur, ég á eftir að gefa út þessa alvarlegu plötu. Þannig að það kemur? Já, hún kemur. Það er svona dökku umslagi og hérna. Já, það eru mjög alvarleg og mér er alveg sama þó enginn vilja hlusta það. Ég ætla samt að gefa hann út. Alvöru tónlistarmaður, það hlýtur að vera niðurstaðan, en ekki síður alvöru grínisti. Og næsta laugardagskvöld fáum við meira grín og þá reynum við að komast að því hvað gerir Ladda þeirri gríngóðsögn sem hann er búinn að vera í áratugi. Töfrar? Já, endilega. Já, með klútinn sko. Já. Og svo er ég með blöðurna. Hvort viltu? Klútur? Já eða nei? Blöðurna bara? Já, ok, blöðurna. Já, það er aðeins svona ný sko. Ok. Voru að fylgjast æðislega vel með það sko. Sér blöðurna hérna sko, svo hókus, fókus, fílurókus, agragadabra, tjing, bing, kúla og horfinn. Já, mannstu þetta að taka blöðurna bara? Sástu þetta? Já, þið ekki sá þetta. Jæja. Ok, bye.